Hvað er að gerast? Það er bara velkomin á maífundin okkar og það er ennþá einhverju tveir eftir að dekka hús. Ég vona að það komi, en við erum hérna með þann Völu sem er slembivaldi fulltrúi, varaslembi, bara velkomin, var það gott að sjá þig. En ég þarf að beðni fundar að setja inn dagskrárlið. Það er þessi bréf sem kom frá var ekki Eignaskrifstofan sem sendir það? Jú, sem varðandi fjárfestingu og viðhaldsáætlun. Þetta er svona sama tíma á ári, verkefni sem við kannast við höfum alltaf fengið á þessum tíma. Það var búið að boða fundinn, þannig að við gátum ekki fylgt þessu gátu ekki fylgt fundinum, en þið þekkið flest sem hefur verið hérna áður, þekkjum þetta ferli. Í rauninni öll íbúaráðin fá tækifæri til þess að forgangsraða verkefnum innan síns hverfis. Svo er jafnréttisskimun fyrir öll verkefnin sem við tölum fyrir, og þetta er svona, já, í rauninni ennþá var það ekki viss hluti sem var lagður fram, það var ekki, þetta er svona viðhald á skólum í hverfinu og eitthvað svona, þannig að það er í rauninni bara í gögnunum en maður skoður aðeins neðar, og svo fáum við vantilega fyrir að vinna þetta milli funda, þannig að þetta þarf sko að vera tilbúið er ekki bara í lok mánaðarins. 31. maí. Já, þannig að við þurfum eiginlega að vinna, ég legg þetta hérna fram og bið ykkur afsökunar á því að þetta hefði komið með þessum hætti, en þannig að við þurfum í rauninni að gera þetta núna í maí, bara saman. Þetta er sérst lagt fyrir öll íbúaráð núna í maí. Nei, og já, í maífundum. Já. Þannig að þau fá öll þetta bréf og síðan það sem er kannski aðalatriðir, það er yfirleitt alltaf framkvæmdir og fjárfestingaráætlunin og svo leiðbeiningar vegna jafnréttisskimunar. Þetta er heilmikið fullt af skjölum, sko. Ég seti þetta inn í lókfundar. Já, þetta er alltaf komið núna, þá fylgir þetta fundinum og við vitum allavega að gögnin er á vísum stað þegar við förum að vinna þetta í maí. Er það með einhverjum spurningar? Engin. Hérna er fulltrúi að segjast á leiðinu online. Það er kannski bara ofnum. Detturinn. Það er fint að bara vindu okkur í næsta dagskrárlið. Það er einhver, eru með einhver mál á umræðumálið? Það vantar ákvæmslega undir hann. Já. Að þetta Samþykkt að ekki fram. Að fela formanni að vinna drög í samráði við fulltrúa ráðsins og skila inn fyrir 31. maí. Það er allir sér upplýstir Já, ég er bara að tala á þessu, hún er ekkert mál. Ég ætlum bara að kíkja á hvort sér. Herri, já. Við lifum Helgi að stúdja okkur að til lofræks. Herri Helgi, er það ekki bara samþykkt að við vinnum þetta saman? Og formaður bara leiði vinnuna eins og við gerum í fyrra? Ég fer á Jú, allt er góðu með það. Flott. Og bara, það hljóta bara þetta báðar, það eru báðar búin að svara mér. Bara, já. Kemur Jóhanna með Excel-skjalið? Er það tala núna? Fyrir dagskrárliðin, við erum þetta með Excel-skjal frá já, við skulum bara taka það eftir. En erum við með þá vindu okkur í næsta dagskrárlið, það er málefni hverfisins. Vorum við með eitthvað mál sem viljið ræða? Eitthvað? Kannski bara... Það er íbúfundur sem er í Seljaskóla sem vill kannski segja okkur hans frá? Já, það er bara þess að upplýsinga- og kynningarfundur vegna framkvæmdana hérna við Arnarnesveg sem verður á þriðjudagskvöldið. Ég man ekki alveg hverju verða á honum. Vegagerðin og Atli. Já, og frá borginni líka. Og Atli Steinn frá borginni. Og ekki tveir gestir. Og erum við ekki bara að fara að ræða og tala sem sagt? Jú, þetta er sem sagt bara fyrir bara íbúa þegar þeir með að fá upplýsingar ástandið og það er mikið af
alls konar sögum að segja í gangi, þannig að bara gott að fá sem flesta og við erum að reyna að senda inn eins mikið af auglýsingum núna til þess að sem flesti sjá þetta, þannig að það bara Já, þetta er bara að frábært hvetja fólk til þess að mæta. En þetta er ekki pólitískt rally, sko. Nei. Þetta er bara upplýsingafundur framkvæmdirnar í Upplýsingar og sjálfs. svo umræðufundur líka, þannig að þú veist að íbúar fá líka að tjá sig og svoleiðis. Jói mun stýra þessu. Já, mér finnst þetta bara frábært framtak og ég sá allavega auglýsinguna og bæði á, þannig að mér fannst þetta allavega sýnilegt, sko. Já, flott. Já. Og það er svona aðeins að vinna á móti að Eurovision kvöldi, þetta það aðeins og segt. Það er ekki á móti en stuðgöngum. Er Ísland að fara að syngja það? Já. Já. Það er bara mjög líka tíma, þetta er saman tíma. Það breytir einu. Nei. Ok. Við kostar ekkert að fara áfram og allir myndir við. Heyrðu. Nei, það er ekki þannig. Það er allir að horfa. Flott, það er bara, við þurfum að vera, kannski láta vita að þessum fundi. Mér finnst þetta allavega mjög sýnilegt og bara þetta hrósa ykkur fyrir þetta, að gera þetta með þessum hætti. Sérstaklega ef það er umræða sem ég er ekki orðið var við, En maður aðeins sér svona á og heyrt. En þetta er auðvitað bara stór framkvæmd og mikið rask. Já. Og sérstaklega svona sjónrænt rask líka, þannig að það er ekki skrítið að þetta komi við fólk, sko, þannig að svona. Það hefur líka aðeins vant að ég bý í Árbænum, sko. Það er alveg, Árbæringar finna líka fyrir þessu. Þetta er náttúrulega mikið útvistasvæði bæði fyrir Breiðholtið og Árbæ. Þannig að ég hef alveg verið að svara dálítið fyrir því, sko, hverju líka. Þannig að ég held að geta alveg verið sniðugt þegar eftir þennan fund að sjá hvort við þurfum eitthvað að koma einhverju á framfæri þangað, sko. Já. Það sem ég finnst þetta það sem finnst ótrúlega jákvæmt er að ég sé alltaf mönnum að vinna þarna. Já, þetta gengur rosalega vel. Það er að ganga rosalega hratt. Það er ekki svona eins og þetta sé einhverju verkefni í töf. Nei. Þannig að alltaf þetta er í gangi, þannig að þetta er bara, þetta eru rosa stór. Þetta er stór framkvæmd. Já, stór mannvirki, stóri hólar, stóra vinnuvélar, mikið jarðrak. Sælu líka útvistasvæði, þannig að þetta stingur. Þannig að það er bara flott að fá þessa umræðu og koma með þessar upplýsingar bara hvernig það bara líti út. Þetta águst að heyrir illa ég ætla að fá að færa. Mér finnst ég kom hérna á einum af þessu íbúðarfundi sem ég kom á. Já. Þá komið þeir að voru að kynna henni Vellarfell. Já. Og ég fegin ef það er að koma að kynna það í hverfina, því mér finnst eins og enginn viti. Nei, en núna ég er að fara Hvað á að gera það flott og hvað þetta er hægt í þessu, þetta er ekki bara einhver að gera eitthvað. Ertu sérleikarinn? Já. Hvað er sérleikarinn? Ég er í Lambarsvík. Já, ég veit, geður. En sko, þú sér hvað þetta er alveg mikill bratti. Já. Það ætla að vera að gera geggjað stöff á þessu. Svo gott líka að gera þetta Það er saman. mikið flottara, Sara. Já. Já, ég meina, en þetta er samt alveg, ég skil alveg einhvern veginn, þú ferð þarna og það er rosalega mikil efnusöfnun í vetrargarðinum og þetta er svo orðið eitthvað og svo gatið haftið orðið svo breytt og þú sér bara einhvern veginn trén og bara, þú veist, það var einhvern veginn ekki verið að móka trén í burt og einhvern veginn flytjaði á stað, þetta er bara rutt þarna og svo stóra vélar og svona, þannig að mann bara, þú veist. En ég fæ einhverja myndir á morgun hvernig vetrargarðurinn á að líta út og það mun fylgja með næstu auglýsingar. Við höfum fengið kynningu, sko, þannig að það er frábært að ekki komið, því hann hélt mjög góða kynningu fyrir okkur með bara mjög skýri framtíðarsýn og þannig að þetta er alveg, en það er bara meðan á framkvæmdum stendur, þetta er bara erfitt og alls konar spurningar eru að vakna og bara svona umhverfishjartaði fólki einhvern veginn bara slær, sko, þannig að það er kannski ekki dóðalegt, þess vegna er þessi flotta þessi fundur sem settur á dagskrá. Ágústa, hvernig ertu vönd? Já, gjör svo vel, Ágústa. Takk. Ég vil bara segja að ég minnst þetta ekki geggjaðar framkvæmdir en ég vil líka benda á að ágangurinn á Elliðaardal er mun meira en auglýstaði við. Ég bara var þannig, ég var hjá Lækni í Orkuhúsinu daginn og var mjög rosalega gott útsýni og mér bara stökk brá að sjá hvað og ganga mikið á dalinn. Viltu bara koma því á framfæri ekki þannig til að skapna ykkur miklu umræður. Líka ég var með í tannréttingum og tók mynd af 7. hæðinni yfir og ég með þetta Ég ger það líka. Já, þannig að ég bara, en ég er að tala um framkvæmdina við vetrargarðinn. Mér finnst þær flottar, sko. En það eru deilda meiningar hitt. Það er bara þannig. Já, þannig að það er ekki, en allavega. Eru ykkur fleiri mál sem eitthvað viljið ræða hverju mitt áður en við verðum í næsta lið?
Já, og að sópa götur og svona, þetta lítur allir út, til glæðir. Já, og bara, það ætla bara að vantaði rigninguna. Það er kannski ástæða til þess að minnast á það ef einhver að hlusta að úti að við hundafólk erum að vera duglegri almennt að taka upp eftir hundar okkar. Ég ætla að minna á það. Það er þessi víða sem eru frekar eftir hundar. Víða er breiðafjörður, þannig að það er sjálfsagt að hver passar á sig. Það er ekki hundar á mækina. Einmitt. Það sjáðu Jóna, velkomin. Afsakið þetta, steinglöndi mig bara. Kemur fyrir á Vesturbæ. Já. Er þið flott, þá er það þriðji liður, það er hérna greinigerð frá verkefni Jólafundur í Öldursaskóla sem er eitthvað styrk frá Hverfisjónum, þannig að ég vil ekki það fram. Við erum ekkert að sýna það frekar en þið viljið. Það er mjög flott. Vantarlega bara búin að lesa. Stór greiningar. Já. Já. Og þá er næsti dagskrárliður lokaður. Já, þannig að þá bara loka ég honum. Við þakkum bara fyrir og við sjáumst í júní. Þeir fyrir með gesti, ég veit ekki neitt.